Strákar ekki vera feimnir. Til. Já, komið í sæl og velkomin að þennan morgunfund Vegagerðarinnar sem haldinn hérna í húsakynnu Vegagerðarinnar og streymt og verið velkomin líka þið sem eruð á netinu. Það vel fjölmennt hérna og greinilega mikill áhuga á þessu efni sem við erum með núna sem öryggi við vegavinnu og veitir ekki af. Við höfum áður haldið svona átak þar sem við höfum reynt að hvetja vegfarendur til þess að aka varlega og aka eftir þeim hraða sem kveðið á í gegnum vinnusvæði sem getur verið 30, 50 eða 70 allt eftir aðstæðum. Ég sé það bara á svipnum á þeim sem eru hér í salnum að þeir eru vanir því að standa á vinnusvæði þar sem ekið allt og hratt í gegn og eru þess vegna kannski bara daglega í lífshættu við störf sín sem okkur finnst bara alls ekki ganga og þess vegna höldum við þennan fund og setjum að stað átak á ný það að hvetja fólk til þess að virða þessi hraðamörk vegna þess að eins og við vitum að það pabbi einhvers og mamma einhvers sem að vinna eða frændi og frænka og svo framvegis. Við höldum hérna það verður 3 erindi og síðan mun Samgöngustofa sína myndband sem þeir hafa unnið við getum sagt í áróðurskyni en til þess einmitt bara einfaldlega að verja líf og limi starfsmanna þeirra sem vinna við vegagerð á Íslandi. En það verður öryggistjóri vegagerðarinnar sem ríður á vaðið og síðan ætlar Þröstur Einarsson sem verkstjóri á þjónustustöð í Borgarnesi segja frá sinni upplifun af þessu og fyrst og fremst Einar Hrafn Hjálmarsson sem hjá og jafnvel líka Ágúst Jakob Ólason frá IAVF sem ætlar að segja frá þeirra reynslu sem verktakar að því að segja okkur frá því hvernig fólk ekur í gegnum vinnusvæðið og kemur kannski mörgum og óvart hvað menn fara ógnvænlega hratt og síðan ætlar Gunnar Geir Gunnarsson frá Samgöngustofu að kynna okkur myndbandið en fyrstur ríður á vaði Sævar Helgi Lárusson, hann öryggistjóri Vegagerðarinnar, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Sævar Helgi Lárusson og sinni stöðu öryggistjóra hér hjá Vegagerðinni og í þessum fyrirlestri eða erindi ætla ég aðeins að koma inn á öryggi þegar ekið í gegnum framkvæmdasvæði sem á eða við veg. Framkvæmdasvæði, þau eru fjölmörg allt land, sérstaklega á sumrin. Við erum náttúrulega ekki nógu mörg, við vitum það, en það nú ekki tilefni þessa morgunfundar. Vegir landsins eru í raun og veru ein af lífæðum samfélagsins, þannig að það mjög ríkur vilji til þess að halda vegum opnum eins og hægt En það þó svo að öðru hvoru nauðsynlegt að sinna viðhaldi vega eða framkvæma við þá eða á þeim og til þess að þurfi ekki að loka vegunum þá grípum við til þess ráð að merkja svæðið upp tímabundið meðan á framkvæmdu stendur og setja takmarkanir á umferð, lækka hámarkshraða, setja þrengingar, jafnvel einstefnus og eitthvað sem nefnt og þetta gert eins og margir vita til þess að auka öryggi þeirra sem starfa á framkvæmdasvæðunum og eins til þess að auka öryggi þeirra sem framkvæmdasvæðin aka. Að auki eru reglurnar settar upp þannig að það verið að reyna að veita framkvæmdaraðilum svigrúm til athafna sem þá gert til þess
í raun og veru flýta framkvæmdahraða. Það því minna svigrúm sem framkvæmdaraðilinn hefur því erfiðara er að athafna sig og þá tekur framkvæmdin bara lengri tíma. Þetta sem sagt gert okkur öllum til heilla. Öryggi almennt er samvinnuverkefni og í þessu tilfelli samvinnuverkefni veghaldara, verktaka og almenning sem framkvæmdasvæðið ekur. Löggjafinn hann setur ákveðnar skyldur á veghaldara og verktaka eða þeirra sem framkvæmdum sinna, framkvæmdum sem sagt á eða við vegi að merkja svæðið á fullnægjandi hátt, þannig er þetta orðað í lögunum. Og þetta er útlistað einhverju leyti í skemmtilega nafni, reglugerð merkingar og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda á og við veg. Og reglugerðin skyldar framkvæmdaraðila útbúa það sem við köllum öryggisáætlun, sem meðal annars inniheldur merkingaráætlun. Það er áætlun hvernig merkja ber vinnusvæðið og hvernig vörnum skal beitt til þess að auka öryggi starfsmanna og vegfarenda. Hann setur einnig þær skyldur á vegagerðina að gefa út nánari reglur. Þessar reglur kallast vinnusvæðamerkingar svona í daglegu tali. En þessar reglugerðin sjálf er frekar stutt og ekki mjög ítarleg. Vinnusvæðareglurnar sem að finna má á heimasíðu vegagerðarinnar eru tvö nokkuð viðamikil skjöl sem að allir sem svona vinna við framkvæmdir, öllum stigum, hönnun eða verki, þurfa helst að vera svolítið vel inn í. Þetta eru tvö skjöl, annars vegar regluna sjálfa sem er mestmegnis textaskjal og svo er búið að útbúa talsvert mikið af merkingaráætlunum fyrir svona stöðluverk. Og þetta eru lifandi reglur sem þýðir að þær eru í raun og veru sífelldri endurskoðun, þær eru endurútgefnar á einhverjum x ára fresti. Og það er nú nýverið komin út eða rétt á komin út ný útgáfa af reglunum. Hérna nú dæmi merkingar. Þetta er merkingar fyrir blettaviðgerðarbíl. Hérna var ég búinn að skrifa á þessari glæru, sjáu þið dæmi merkingaráætlun. Svo fór ég að hugsa glæra. Það er nú fyrir fækkandi í hópi þeirra sem vita hvað það þýðir. Maður að vera svo gamall, samt svo ungur. En þessi áætlun á að fylgja ef er verið að gera við bletti á þjóðvegi með blettaviðgerðarbíl yfir eitthvað kafla, þá er fyrst hraðinn tekinn niður í 70, svo 50 og þá má í raun og veru að vinna næstu 3 kílómetrana og lengja má kaflan eða settur upp áminningarskilti. Og það getur verið krefjandi að aka á 50 km hraða á þjóðvegi kannski blíðviðri í júlí. En þetta er ekki sett af ástæðulausu þessi hraðatakmörkun og verið að benda ökumönnum á hvað sé í gangi. Það er í eðli sínu hættulegt að aka yfir blettaviðgerðir. Það er veggrip afar takmarkað, sérstaklega fyrst sinn og þar af leiðandi eykur það líkurnar að ökumenn missi stjórn. Svo getur viðgerðarflokkurinn bara verið handan næstu hæðar og ökumenn þurfa ekki að brugðist við því þegar hann blasir við. Og svo er náttúrulega blessað grótkastið bæði hættulegt og kostnaðarsamt. Nóg borgum við nú í tryggingar. Á framkvæmdasvæðum, á og við veg, eru aðstæður að öllu jöfnu ekki eins og við eigum von á. Við þurfum að vera ökumenn þurfum að vera viðbúnir hinu óvænta. Til dæmis að svo akrein sem að við ökum á sé skyndilega lokuð. Ef akrein er lokuð og það eru fleiri en ein akrein í sömu akstursátt, að þá skal verktaki loka akreininni
og oft er þá notað við svona ljósakross og sett X. Nei, fyrirgefið því. Það var akkurat öfugt hjá mér. Ef það er fleiri en einn akrein í sömu aksturstátt, þá er sett ör og boðmerki. Svona ör sem vísar ökumönnum yfir á hina akreinina til hægri eða vinstri eftir því sem við á. En ef það eru ekki önnur akrein í sömu aksturstátt, þá skal nota X-ið. Og þetta bannmerki hér. Mig grunar að sumir ökumenn muni illa munin á þessum tveimur skiltum sem þarna eru efst á glærinu til vinstri. Örin upp á skiltinu er þín akstursátt, eða akstursátt þess sem framhjá skiltinu ekur. Örin upp. Red means danger, stundu sagt. Rauð þýðir hætta. Ég er að reyna að búa mér og kannski ykkur til einhverja leið til að muna þetta, hvort skilti þýðir hvað. En bannmerki vinstra megin þýðir og rauð örin upp að þér ber að þá að víkja fyrir aðvífandi umferð. Skiltið hægra megin er upplýsingamerkið til þess að upplýsa ökumenn að þeir í raun eiga réttinn og ökumenn sem að móti koma þurfa að víkja. En munið þó svo að þið eigi réttinn skal ávallt ekið framhjá svona skilti af varúð. Gera ráð fyrir mistökum annara. Aka hægt svo auðveldara sé að bregðast við. Svo hérna myndin til hægri er það sem við köllum varnarbifreiðin. Á henni er áfastur árekstrarpúði og ljósaskilti, áberandi ljósaskilti. Og þessa tækni er notast við á umferðarmestu vegunum. Helst til hérna suðvesturhorninu þar sem umferð er þétt. Og púðinn, árekstrarpúðinn er þá vörn fyrir vegfarendurnar, hann mýkir höggið ef á hann er ekið og bíllinn og púðinn varnar því að ekið sig inn í framkvæmdasvæðið. Og í þessu tilfelli þetta var sem myndi tekin hérna fyrir nokkrum árum, sennilega upp á Hellisheiði, þar sem ökumaður ók á þess að veita því eftirtekt að veru var að vinna á akrininu fyrir framan hann og klessir á púðan og skýst hérna eitthvað til hægri og þarna í raun og veru virkaði kerfið mjög vel, bæði fyrir vinnuflokkin sem var varinn fyrir fram á bílinn og eins fyrir vegfarendan. Hann alltaf skemmti bílinn en mér skilst að það hafi ekki orðið miklir áverkar sem er það sem við erum að reyna að verjast. Þetta fór betur en á horfðist. Nú muniði ég sagði hérna áðan að þetta væri samvinnuverkefni. Framkvæmdaraðilar ber að sinna merkingum og öðrum vörnum samkvæmt vinnusvæðareglunum og reglugerðinni. En löggjafinn setur einnig skyldur á ökumenn. 37. grein umferðarlaganna er svona einn af hornsteinum þessa lagabálks og í henni eru settar sérstakar skyldur á ökumenn að aka varlega gegnum framkvæmdasvæði. Mér langar til að lesa hérna upp eina setninguna úr 1. málsgreininni. Ökumaður skal haga akstri þannig að hann hafi fullt vald á ökutækinu og geti stöðvað það á þeim hluta vegar sem framundan er og hann sér yfir og áður en komið er að hindrun. Svolítið langt. Þetta þýðir, og þetta er svo sem eitthvað sem allir ökumenn eiga að vita og vita sennilega allflestir. Þetta þýðir að hraðinn sem valinn er þegar þú ekur eftir vegi er í raun og veru síbreytilegur, en aldrei meiri heldur en hámarkshraðinn kveður á og það getur verið svo hámarkshraði sem settur er á framkvæmdasvæðum. Og ökumaðurinn þarf alltaf að meta í raun hvað hraðan á að vera á og aðstæður sem þarf að hafa í huga er skert veggrip, útsýn, hættur í umhverfi vegarins eða eitthvað mikið í gangi eins og til dæmis bara
útihlaup, fullt af fólki ekki staðar. Svo í annarri málsgreininni er þessi sérstaka skylda sem er okkur hjá Vegagerðinni og okkar verktökum svo mikilvægt og í raun að vera öllum sem að stunda sína vinnu á vegum og eru að sinna viðhald og framkvæmdum. Að það ríkir sérstök skylda á ökumennum að aka nægjanlega hægt með við aðstæður þegar ekið er gegnum framkvæmdasvæði. Það eru ýmsar ástæður fyrir þessari sérstöku skyldu. Það geta verið breytingar á veglínu. Það getur verið óvænt umferð vegavinnutækja, skert útsýn, ýmsar hættur í umhverfi vegar eins og eitthvað sem nefnt. Og því hægar sem ekið er, því auðveldar er að bregðast við óvæntum aðstæðum. Þar af leiðandi minni líkur að verða óhapp. Meiri hraði, meiri skaði eru orðasönnu. Því hraðar sem ekið er þá verður meiri skaði að óhappinu og það verður slys. Og þar sem er brugðið út af vananum og það á sannarlega við í framkvæmdasvæðum er ávallt meiri hætta. Þetta vefst ekkert fyrir öllum ökumönnum að það er allt í einu breyting á veglínu. Nú er til dæmis nýbúið að opna fyrir framhjáhlaup upp á Breiðholtsbraut. En sumir verða óöruggir og þá kannski akaður öðruvísi heldur en venjan er. Og allir ökumenn þurfa að geta brugðist við því. Svo ekki illa fari. Nú starfsmenn sem að sinna þessum verkum beita ýmsum vörnum, þeir eru og eiga að vera í sýnileikafatnaði svo þeir sjáist nú almennilega á sérmerktum bifreiðum með viðvörunarljósum blikkandi og umferða meiri vegum er þá varnarbifreið notuð eins og ég kom hérna inn á áður. Og svo við stærri framkvæmdir eru víðtækari varnir settar upp, svo sem hjáleiðir, vegtálmar, gátskildir eða umferðarstýringar, stundum er sett upp einstefna jafnvel með ljósastýringu og ýmsum brögðum beitt. Það er óþægileg tilfinning að standa á eða við veg þar sem umferð er hröð. Þar getur einfaldlega verið stutt á milli feigs og ófeigs. Líkur á að óvarinn vegfarandi slasist alvarlegi árekstri við ökutæki eykst afskaplega hratt með hraða. Rannsóknir sýna að það eru 10% líkur á banaslysi sé ekið á gangandi vegfaranda á 37 km hraða. Þetta er nú lúshægt, finnst manni oft á tíðum. Það eru 50% líkur ef hraðin er 59 km á klukkustund og 90% líkur á banaslysi ef þú komin upp í 80. Þetta eru ógnvænlegar tölur. En notabene takk eftir þetta eru líkur á banaslysi. Líkur á að óvarinn vegfarandi slasist alvarlega eru nærri 100% sé hraðin á ökutækinu einhver 30-40 km á klukkustund. Það verður alvarlegt slys. Það er því afar mikilvægt að vegfarendur sýni tillitssemi þegar ekið er framkvæmdasvæði, lækki hraðan, nú eða jafnvel stöðvi eða svo ber undir og haldi fullri athygli. Aðeins að fara betur í gegnum þetta. Því hraðar sem ekið er, því meiri líkur er á að missa stjórn á ökutækinu, missa bílinn í hliðarskrið eða svo framvegis. Stöðvunarvegalengdin lengist og stöðvunarvegalengdin lengist hraðar en sem hraðaaukningin nemur. Og sjónsvið verður krappara. Það er að segja því hraðar sem ökum því erfiðara eigum við að veita því eftirtekt sem gerist utarlega í sjónsviðinu. Og það er oft það svæði sem við þurfum að fylgjast með þegar við ökum í gegnum framkvæmdasvæði.
En það er nú stundum rólegt á Vesturvígstöðunum. Það er kannski lítil vinna í gangi. En við skulum ávallt gera ráð fyrir þegar við komum að framkvæmdasvæði að það sé vinna í gangi. Hins vegar bregður það við og við. Það merkingar standa uppi þó lítið sé verið að athafast á verkstað. Og mér langar að nefna það að það er líka mikilvægt að gefa sér tíma í, ef hlé er gert á framkvæmdum, að taka þau skilti niður sem að ekki eiga við. Láta þau ekki standa uppi og dögum eða vikum skiptir, því að það skilti sem standa uppi sem hafa ekkert gildi fyrir vegfarendur í raun og veru rýra gildi merkinganna. Þessu var nú gert góð skil í sögunni af fjárhirðinum og úlfinum hér í gamla daga. Þarna er kannski smá tækifæri til umbóta, alveg eins og það er tækifæri hjá vegfarendum til umbóta að veit okkur meiri tillitssemi og aka ekki hraðar heldur en skiltin segja til um. En það er hins vegar svo að hraðatakmarkanir geta haft annan tilgang heldur en að verja starfsmanninn. Það getur verið eins og áður hefur verið nefnt grjótkast, hættur í umhverfi vegarins, framhjálp og þrengingar framundan. Og hérna sjáum við tvær myndir á þessari glæru. Á myndinni til vinstri eru fjölmargir starfsmenn standandi út á vegi. Þeir eru reyndar að setja merkingarnar upp. Þannig að eins og gefur að skilja þá ætti nú að hægja vel á sér áður en ekið fram hjá þessum myndarlega hópi vinnumanna þarna. En á myndinni til hægri er enginn. En þar er engu síður þrenging, skurður hérna sem er hætta í umhverfi vegarins, og ef mér bregst ekki minni þá er næsta hægri beygja lokuð. Og það að næsta hægri beygja sé lokuð býr til óöryggi og kannski óeðlilegt aksturslag. Og þess vegna ættum við að hægja á okkur til að geta brugðist við, einhver skildi nú óvænt, jafnvel stoppa og ekki vita hvað þetta gerir. Við höfum öll að taka þátt í þessu og vinna saman í þessu og venda hvort annað. Munið, öryggismál er samvinnuverkefni. Nú í vor ætlum við hjá Vegagerðinni í samvinnu við nokkra verktaka að setja upp skilt á helstu framkvæmdasvæðum til þess að minna ökumenn á mikilvægi þess að aka varlega framhjá og í gegnum framkvæmdasvæðin. Átakið aktu varlega, mamma vinnur hér eða pabbi vinnur hér. Við hefum svo sem einnig geta sett afi og amma, frendi og frænka og svo framvegis, sonur eða dóttir. En með þessu vonumst við til þess að fjölga í hópi ökumanna sem virða skiltaðan hraða og gæta þess að vera með fulla athygli við stýrið við þessar aðstæður. Á svo sem ávallt við þegar ekið vegi og götur landsins en sérstaklega mikilvægt það sem aðstæður geta bjóð upp á eitthvað óvænt gerist og hættur eru nærri. Veitum þessum starfsmönnum sem sinna viðhaldi og framkvæmdum á og við vegi svigrúm til þess að stunda sín störf með sem minnstri áhættu á að lenda í slysi. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sævar Helgi. Ég hef náttúrulega glemt að kynna sjálf á mig, en ég heiti Pétur Matthíasson og er forstöðumaður samskiptadeildarinnar. En við vindum okkur held ég bara næst í næsta erindi sem Þröstur Reynisson ætlar að halda og segir okkur frá óöryggi á vegum úti og hvernig honum líður held ég stundum. Gjörðu svo vel, Þröstur. Takk. Hann vinnur hjá Vegagerðinni í Borgarnesi. Slá á return. Já, bara hérna í dagina. Okay. Á daginn. Ég heiti Þröstur Reynisson og er hérna hjá Vegagerðinni í Borgarnesi. Hver er ég?
Ég búinn að segja ykkur það, ég vinn á þjónustumiðstöðinni í Borgarnesi og hef vunnið hjá Vegagerðinni síðan 7. febrúar í fyrra. Byrjaði bara sem vélamaður en var síðan ráðinn á málningabílinn Sáluga hjá Vegagerðinni. Var það á honum í síðasta sumar. Og ég vinn náttúrulega bara við flest öll störf hjá Vegagerðinni, svo við könnumst við. Það holur, stikur, bara það sem við þurfum að gera. Sævar talaði við mig hringdi í mig í síðustu viku, þá vorum við akkurat á leiðinni í holur á Snæfellsnesinu. Hvort ég vildi taka þátt í þessu, ég sagði auðvitað, ekkert mál. Hann sagði, talaði bara svolítið frá hjartanu Þröstur, hvað viltu tala um? Og þá ætlum við náttúrulega bara að tala um holurnar. Það sá tími sem við erum lengst út í vegi. Við erum mest út í veginum þegar við erum í holunum. Við erum að vinna mest úti og erum flestir úr þjónustustöðinni náttúrulega að vinna við. Og hvaða hættur fylgja því að vera í holum? Það er náttúrulega blessuð umferðin. Hún keyrir náttúrulega fólk keyrir, afsaka orðbragðið, en það margir sem keyra bara eins og fífl, ekki fram hjá okkur. Það er ökumennirnir og hverjir eru vestir. Það er alltaf talað okkar blessuðu túrista, þeir séu alltaf hættulegastir, þeir eru stórhættulegir, bíóvitans túristandir. En mín líðan í umferðinni að það svo sem ég hef lent vest í eru atvinnubílstjórar. Atvinnubílstjórarnir, strætó, rútur, vörubílar og svo dýruslitujepparnir. Og ég hef meira þess að heyrt út í vegi, ég talaði við konu sem ég þekki sem keyrir fram með mér eins og hálfviti. Sorry, ég nefnilega hef mér eðlislegt að blóta, ég glemdi nú kannski að kynna það. En ég hitti konu í Borgarnesi sem ég þekki mjög vel. Ég spurði hana hvernig hún keyrði fram hjá okkur á 130 og vorum við Akrafjallsveginn að móki holur. Og hún bara, ekki betri, ég keyri bara hratt fram hjá, þá ég ekki eins mikið fyrir. Þetta það sem við erum að lenda oftast í. Yfirverkstjórinn okkar í Borgarnesi, Pétur, hann hefur verið mjög duglegur að hringja í fyrirtækin og þeir verða hálfasnalegir þegar hann hringir og það hefur þurft stundum að hringja í sama rútufyrirtæki 3 sinnum sama dag. En við fengum síðan ljótan svip frá rútubílstjóranum í 3. eða 4. skipti sem við mættum honum. Þetta gerist rétt hjá Reyðarfirði. Þá vorum við að mála, málningabíllinn 15 km hraða og mikil gufu á læti en hann keyrði samt fram úr okkur alveg eins og brjálæðingur, rétt við brú. Það sem hann var nærri baldur á stóru tjóni bara. En í þriðja símtali þá horfði hann bara illilega á okkur en hann keyrði varlega. Svo náttúrulega líka spurningin, gululjósin? Eru þau farin að missa marks? Ég veit það ekki, við höfum oft nefnt þetta. Við erum að mæta traktora með gulljós, við erum að mæta tómum vörubílum með gulljós, við erum að mæta sprinterbílum með gulljós og þeir eru ekki að gera neitt. En það já, svo náttúrulega bara hvernig virðingin borin fyrir okkur. Við erum fyrir, það okkur hefur sagt út í vegi. Við erum bara actually fyrir. Þið hafa örugglega lent í einhvern tíma neður að vinna út í vegi að okkur liður bara eins og ég sé bara, við erum fyrir manninum í hjólhýsið sem að drífa sig í fríið. Við erum að lenda mjög oft í því að fólk að flýta sér í fríið. Ég að drífa mig, ég að komast á Akureyri til þess að ná góðu stæði með hjólhýsið mitt. Svo náttúrulega veðrið getur náttúrulega, ef þið eru að vinna hérna út í vegi þá veit ég alveg hvernig þið eru að vinna í slittu og viðbjóði, að lítið útsýni og fólk ekki að tæja á sig frekar fyrir það sé vont veður. Við náttúrulega erum alltaf í sýnileikafatnaði í okkar hópi. Við leggjum mikið upp úr hjálmunum, vera í gulum fatnaði. Svo erum við allir með peltor með umhverfisljóðum. Okkur finnst mikið betra að vera freka með peltorinn á eyrunum heldur en að vera ekki með þá. Við heyrum eiginlega betur ykkur öðrum með þá. Og við sjáum hérna eins og sjáum Guðjón og Sigfús í Ólafsvík. Það var ekki til mynd af neinum í Borgarnesi en ég náði ekki strákunum mínum á mynd þannig að við náðum bara að mynda þessum fallegu kallum. Reynda kannski Sigfús mætti fara að fá sér nýjan galla, þetta er drullugur. En við erum alltaf gulklæddir, við reynum alltaf og hjálmurinn alltaf og við fylgjumst með okkur öðrum. Við reynum að passa upp á hvern annan.
og það er náttúrulega bara skylda og þetta er ekkert, þessi hjálmar er ekkert óþægilegir. Eftir smá tíma er maður búinn að gleyma þeim. Þessi á hausnum maður gleymir þeim ekki. Hérna sjáum við sjónarhorn úr holuviðgerðum. Þetta er tekið á Snæfellsvegi, rétt hjá bænum Ystugörðum. Við sjáum að holan er hérna og miðlínan hún var hér en hún er bara farin. Vegurinn á Snæfellsnesi er akkurat 6,20 á breidd. Hvor akurinn er 3 metrar og þið sjáum að þetta er, ég náði kaskaðin keyrði það hratt, ég náði honum ekki. En við erum ekki byrjaðir að vinna þarna úti þannig að við erum ekki búinir að koma okkur stöðu okkur fyrir. Ég er þennan dag á bílnum sem er á undan með olíumöluna. Þannig ég tek myndbandi, þetta er sjónarhornið sem ég hef af holuviðgerðarmönnunum. Þannig að hann er mér alveg týndur ef hann er komin bak við bílinn. Og svo sjáum við Einar hann er fyrir aftan á púðabílnum. En þið sjá þá er ekki alltaf, plássið er ekki alltaf rosalegt. Nú fyrir við ekki að ræða hvernig vegurinn er þarna heldur. Hvað erum við að gera til þess að auka öryggið? Við erum náttúrulega konum með þennan hérna. Þetta er nýji púðabílinn okkar. Það er 90 km púða á honum. Og hann er með þetta stærðarna skilti aftan á sér. Það er 5 metra hátt. Sem byrjar að vera með öryggiskrossin í miðjunni. Þar sem við erum ekki neinu svæði með tvöföldum akrinum þá notum við eingöngu krossin. Og svo er skiltið, það sést mjög illa á myndinni að á honum það rótirar ljósaskilti, vinnukall, 50 km hraði og svo er náttúrulega skilti sem Sævar var að sýna með örvunum. Men við getum sett öll skilti sem okkur dettur í hug. Hann er náttúrulega bara að mínum mati nauðsyn orðið alls staðar á landinu að séu púðabílar. Það er bara mín reynsla. En okkar öryggi í Borgarnesi allavega, eins og ég horfa á það, eru við sjálfur. Við erum vanalega eins og í holuviðgerðunum, þá erum við 4. Og ég treysti strákunum mínum 100%. Þeir passa betur upp á mig heldur en ég upp á þá. Eða eins og ég passa mest upp á þá, við bara passum upp á hvern annan. Það er mesta mikilvægi er það í okkar hópi allavega, er það hvað við passum upp á hvern annan alltaf. Það er sá sem er á fremri bílnum, hann er með okkur í speglinum. Sá sem er á púðabílnum er með okkur í fram að sig. En þegar við erum á þröngum svæðum og þurfum jafnvel að loka, þá hleypur sá sem er í púðabílnum út í kant og hann stjórnar umferðinni. En það er okkar frumtakmark er að passa upp á hvern annan. Og við erum að vinna hérna á milli bílana, að móka í holurnar. Olíumölin kemur hér úr, mókum og svo er þjappan er hér. En svo fer ég í það að við erum að setja dökker á fylgdarbílinn sem á að fækka 1 mann í veginum. En hjá okkur er það aðalega hvað við pössum vel upp á hvern annan. Og ég er það heppinn að vinna með 3 strákum sem ég treysti 100% og ég vona allir fá að geta unnið með svoleiðis strákum. Og svo er það sem það er búið að setja myndavélar á bílana en við erum líka búin að biðja myndavélar á olíukassan hérna uppi. Við vorum að vinna með verktaka daginn sem nafna mínum í Ólafsvík og hann er með myndavél upp á kassanum þannig ég þurfti aldrei að fara hérna út í spegil til að segja honum að fara áfram. Ég talaði bara alltaf við hann beint fyrir aftan. Þú veist hvað hann að fara áfram eða hvort mér vantaði mér efni. En í staðinn fyrir að þið sáu sjónarhornið hérna á speglinum áðan til þess að fá upplýsingar til bílstjóra þá þarf ég að fara út og áfram. Það þýðir það að ég er að nálgast miðlínuna. En dökkurinn, þetta tæki, það kom nýr þjónustubíll í fyrra hjá okkur og við fengum dökkurinn var keyptur á sama tíma. Þetta er fjölnótatæki sem við notum bæði til að þvo stykkur og það er líka til að sláttu þér framan á hann, þessi armur hérna sem kemur út. Og svo var keypt líka þjappa framan á hann. Og þetta er, þegar það er verið að moka í holur, þá erum við að dæla heitu efni ofan í holuna og svo er tekin jarðvegsþjappa og þjappað yfir. Þið sjáu þetta er eins og bara að verða hluti af veginum. Ef þið keyrir norður á dalinn þá sjáu þið mjög vel holuviðgerðir.
Og þetta tæki að vonandi að gera okkur kleift að sjá til þess að við getum verið 3 í holuvíkjunum í staðinn fyrir 4 eða nýtt 4. mannin í að actually bara stjórna umferð eða bara passa betur upp á okkur. En þetta allan að fækkar manni í veginum. Og það náttúrulega bara helsta krafan og vonin það að við þurfum að vinna sem minnst í veginum labbandi. Koma okkur sem mest inn í tæki. En þetta tæki lofa góðu, við vorum ástæðan fyrir myndaðanum inn í porti að Sævar hringdi mig, þá var akkurat fyrsti dagur sem vorum að pröfa hann. Og dökkurinn virkaði fínt en bíllinn bilaði. Fór loftkútur í bílnum og hann stopp eins og en það bara bíllinn en þetta allavega byrjar mjög vel. Eins og sjáum þá alltaf, ég veit nú ekki hvar þessi mynd tekin, ég held þessi tekin úr Dölunum, hún alveg stolin þessi mynd. En þetta út allt og það náttúrulega við erum að berjast við, eftir þessum vegirnir eru mjórri, þá erum við í meiri hættu að vera nálægt miðlínunni. Og ég var búinn að vera 3 daga í starfi, minnir mig 3 eða 4. Þá vorum við mitt í holum á norðurlínunni. Við erum að koma niður Kolásinn og það svona smá beygja í Kolásinum efst upp í honum. Og við erum eiginlega að vinna þar alveg í kantinum. Og ég að móka í holuna og ég passa mig alltaf þegar ég að móka að fylgjast með miðlínunni. En ég alltaf fyrir innan hana. Það svona frumreglan að vera bara alltaf fyrir innan miðlínuna. Og holan hún hérna eiginlega fyrir aftan mig, þannig ég að móka og kem hérna og móka hún í holuna og svo sný ég mig við og eitthvað að laga svona, svo bara finn ég svona í bakinu á mér. Og ég fattaði ekki alveg hvað þetta var þegar ég sá Júnó Steinþór sem var að keyra olíumjólsbílinn, hann var alveg náhvítur í framan. Og svo lít ég í púðabílinn og þar sé Einar og hann var alveg blár í framan. Þá hafði bíll keyrt og hann var inn fyrir miðlínuna á, ég held að þó þetta hefur Toyota, það náði honum vel yfir 100. Og annað dæmi, til dæmis við vorum inn við Sandalsá og leiðin upp á Holtavörðuheiði, þá var ég einu skrefi frá því að vera að patta á rúðunni hjá MS-bílnum. Og það er rosalega óþægileg tilfinning að standa hérna við hornið og eiginlega bara hnipra sér saman út af því að það fullvaxta trailer á 90 km hraða á leiðinni bara fyrir framan og þið viti hvernig sogið hjá þeim. Ég ekki mjög þungur, þannig að ég aða svolítið til að fylgja þeim svolítið. En þetta var rosalega óþægileg tilfinning. En MS tók mjög vel á því þegar það var hringt í þá. Hann hefur ekki keyrt fram með okkur hratt síðan þessi strákur. Hann hefur keyrt mjög varlega. Svo eru bara hérna svona myndir, hérna sjáu þið mitt hvað við erum að hugsa með dökkurinnum. Ég tók myndband af því en það einhvern veginn var bara blörrað. Það var ekki einhvern veginn, ég gat ekki koma honum inn í glæruna. Það gæti verið minn eigin klunaskapur. Og þarna sjáu þið litla púðabílinn okkar sem að yfirgefa okkur núna. Við erum að fá nýjan með 90 km púða, þessi með 50 km púða. Þetta alveg frábær bíll. En þarna sjáum við hérna klassísku holuviðgerð. Það búið að sletta olíumjöl ofan í og þjappa með þjöppunni. Fólk elskar að keyra eftir okkur. Fyrstu bílarnir eftir þeir brosa alltaf og alveg eins fallega þegar það að hringla í hjólskálunum olíudrullan. Svo náttúrulega bara það sem að settum hérna, sem starfsmaður Vegagerðarinnar óska ég eftir að allir taki höndin saman og komi boðskapnum áleiðis að við erum varkár, berum virðingu fyrir þeim sem leggja líf sitt í hættu og vinna út af vegum, ökum varlega. Og svo bara svona beint frá hjartanu frá öllum strákarnir á þjónustustöðinni, báðum við að segja bara hættið að keyra eins og fífl. Það bara því miður, það allt of mikill hraði. Það það sem mesta hættan hjá okkur. Og ég held að það sé alveg hjá öllum verkum. Ég hef lent í sjálfur að keyra hratt í gegnum svona framkvæmdasvæði. Og það
þið kannist alveg örugglega við að þeir sem að vinna út í vegi að það er manneskjan. Sko þegar maður að reyna að fá hana til þess að lækka hraðan og hún horfir alveg beint og horfir ekki á þig, þá veit hún alveg að gera eitthvað rangt, sko. Þú veist það, ég ætla ekki að ná augkontaktinum. Þið hafið alveg örugglega lent í þessu því sem að þurfum að vinna umferðarmiklum vegum. Og já, ég veit ekkert hvort ég sé búinn að fara allt og hratt yfir. Og ég tala frekar hratt svo og spurning hvort það hefði átt að vera, ég hefði þetta textað mig ef það ekki búið að heyrast alveg hvað ég er búinn að segja. En já, bara það var alveg og takk kærlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir það, Þröstur. Það er augljóst að það er svo sem hægt að tala fólk til, en það getur svo sem verið tímafritt að hringja í alla sem keyra og hratt fram hjá framkvæmdasvæðum. IFF myndi ekki gera neitt annað á Reykjanesbrautinni heldur en að hringja í vegfarendur. En þeir eru einmitt næstir og ætla að tala Reykjanesbrautina þar sem þeir eru að vinna núna og er það Ágúst Jakob Ólafsson sem er yfirverkstjóri hjá IFF. Gjörðu svo. Eða verkstjóri. Viltu ekki vera yfir en gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þessi bara. Góðan daginn, Ágúst heiti ég, Ólafsson, er verkstjóri í IFF í jarðvinnuframkvæmdum og er með verkefni núna á Reykjanesbraut og er búinn að vera í vegagerðarverkefnum núna fyrir vegagerðina sem sagt frá haustinu 2018. Sem sagt var í Breikkun Suðurlandsvegar fyrsta áfanga haustið 2018 og síðan annan áfanga sem byrjaði 2020 og svo fórum við í Reykjanesbrautina núna. Þetta sé nú ekki svona nokkurn veginn umferðarþyngstu vegir fyrir utan höfuðborgarsvæðið sem eru þarna mikil trafík og mikil túristatrafík. Það var aðeins komið inn á það hérna áðan að menn voru að tala túristana og hverjir væru góðir og slæmir ökumenn. Það er svona, ég veit ekki alltaf hverjir eru upp í bílunum en ég ætla að taka undir það sem var sagt hérna áðan að atvinnubílstjórar sem eiga að vera öruggari bílstjórar og sýna kannski öðrum fordæmi í umferðinni og ég ætla að vona að ykkur í ferðaþjónustunni og í flutningafyrirtækjum kannski hlusti á það sem hefur verið sagt hérna að þetta eru aggrífustu eða frekustu ökumennirnir sem að keyra þjóðvegina. Ég veit ekki hvort að þetta er tímasetningarnar á rútunum og öðru slíku séu bara svona tæpar að menn þurfa að vera komin á okkur ákveðna staði en þeir eru mjög aggressífir. Talandi Reykjanesbrautina, þetta er hjáleið sem við vorum að opna núna í síðustu viku á fimmtudaginn eða föstudaginn, maður ekki, fimmtudaginn ekki. Þarna hraðinn tekinn í 50 km hraða. Þessi partur á Reykjanesbrautinni búinn að vera í þó nokkuð mörg ár með 80 km hámarkshraða, þar sem hún einföld. Við erum búin að lækka ökuhraðann niður í 70 km hraða á öllu svæðinu, öllu framkvæmdasvæðinu, 4,5 km. Á þessum hjáleiðum, sem orðnar 2 núna, tökum við ökuhraðann mjög stutta kafla. Þessi kafli tæpir 300 metrar og hinn kaflinn rúmir 400, eitthvað cirka. Þannig að þar tökum við hraðann niður í 50. Þannig að þetta er ekki langir kaflar sem að þetta tekið niður í 50 km hraða. Samt sem áður við erum með brosskalla hana sem að eru að segja okkur til hvort við erum að keyra og hratt eða ekki. Meðalhraðinn í gegnum hjáleiðirnar 58. Ykkur finnst það kannski ekki mikið, en þetta nærri 20% yfir hraðan.
Hvað haldið að sé mest í hraði sem við farið í gegn? Jálfur. Það er ekki leikur ekki ska. 110. 174. Það var klukkan 9:46 á þriðjudagsmorgni. Það var ekki að nótu til. Það eru mjög margir bílar sem eru að fara á yfir 100 km. Þetta er bara á miðum degi. Þetta eru 20.000 bílar sem fara þarna á dag. Við erum með merkingar um stóri bílar, þveraveg og slíkt. Það var talað hérna áðan að við værum með merkingar sem væri ekki í notkun. En þegar svona framkvæmdir eru í gangi, þá er verið að vinna á öllu svæðinu. Það er verið að fara inn á veginn, út af veginum og svo við séum ekki beint á veginn. Þannig að bílarnir eru að þvera veginn. Þannig að þetta er stöðug hætta. Það eru framkvæmdir við hliðin á veginn. Þess að þurfa merkingarnar að vera uppi allan tíma. Það eru hættur við hliðin á veginn sem að við verðum að merkja. Ef ykkur keyrir á þetta og fer út af eitthvað, þá eru við orðnir ábyrgir fyrir því að ykkur gerði mistök. Þess vegna verður þetta að vera. Við erum, þetta hefur verið, við höfum ekki lent í stórkostlegri hættu enn sem komið er núna, þarna á Reykjanesbraut. Suðurlandsveginum var ítrekkað, eins og Þröstur var að lýsa þetta áðan, menn fundu þytin af bílnum í hendina á sér. Þetta er ekki, það er verið að skammast í okkur að við séum að þetta sé ekki nógu vel merkt og annað, en þetta er númer 1 og 3, fólk verður að fara eftir hraðan. Og við verðum að vekja athygli á okkur og við verðum einhvern veginn að gera þetta. Hvernig sem við förum að því, við verðum að ná niður umferðarhraðann. Það er bara, þetta er ekkert, þetta endar með því að það meiðir sig ykkur á þessu. Það er alveg ljóst. Ég veit ekki hvaða ráð er best við því, en ég bara er ekki alveg að átta mig á því ennþá. Það eru 20.000 bílar, cirka, samkvæmt tölum núna frá Vegagerðinni, sem að keyra yfir 20.000 bílar sem að keyra Reykjanesbraut. Við erum með framkvæmdina alveg upp í brautinni núna og eigum eftir að vera nær heldur við erum í dag. Við þurfum að koma aðföngum inn og út, við þurfum að koma steypu inn og út í verkefnið, við þurfum að koma möl og við þurfum sjálfir að komast bara inn og út á veginn. Þannig að það er alveg eðlilegt að það sé umferðarhraðinn sé tekið niður. Það er erfitt að ná athygli vegfarenda og það er nota bene, það er ofta að tala um það hérna að við séum og lögreglan mikið að fólk sé að tala í símann. Það sé eitt af því sem er að trufla okkur. Að tala í símann, að mínum mati, það er ekkert sérstakt vandamál. Þú ert þó að horfa fram. Það er ennþá verra þegar fólk er að skrifa skilaboð á 100. Það er bara helmingi verra. Það sýnir ykkur aðeins þess að glæru Einar ætlar aðeins að tala um þetta og þetta er semst hinn hjáleiðin og það er semst það sem að bíllinn fór á 174, það var semst þegar hann kom út úr hjáleiðinni og var að keyra hérna til vesturs, þá var hann tekinn hérna í myndavélinni þegar hún er staðsett cirka hérna, þá var hann á 174. Og staðreyndin er sú að það eru, megin hlutin af umferðin er á, hérna sjáum við tölur um þetta, megin hlutin er á, þetta er á þessum að við erum með bróskallan á 70 km/h. Þannig að, þið sjáum bara hraðan á fólki sem að er hérna, hvað þetta er hátt hlutfall sem er langt yfir umferðarhraða. Og sjáum við hérna, þarna þið sjáum við litirnir sína velda. Hérna eru 70 km og 50, þannig að sjáum við
hraðan á þessu. Þetta er ókvæðilegt. Ég veit ekki hvað hægt að gera í þessu. Ég held að sé bara ein leið í þessu. Það að við bara fáum að setjum bara upp myndavélar, það bara sektað. Ég legg til að Vegagerðin fá einan pening sem kemur í sektina bara beint í vegaframkvæmdina. Við varum fljótir að ná inn nokkru milljónum á 20.000 bílum á dag. Hérna sem sagt 50 kilometrar. Þannig að og við erum ekkert í neitt rosalega, ég þegar ég allan mína samúð þeir sem eruð að standa í holuveikjunum og í málbygginu hérna innan borgarmarkar, þeir eru ennþá nær í umferðinni heldur við. Þetta ég bara er ekki alveg svona kveikjaði, en eina ráðið að held ég að setja þetta bara í að fá að sekta. Það gengur ekkert annað upp. Fólk fer ekkert eftir þessu fyrr heldur en þetta fer að taka í budduna og varðandi vegmerkingarnar og þetta. Auðvitað má alltaf bæta þetta. En við erum að fara eftir þessum reglum og öðru sem í dag. En það verður þó bara að þrengja þetta ennþá meira og taka hraðan ennþá meira niður og setja með ennþá meira af einhverjum hraðahindrunum og öðru slíku. Það raun og veru öllum til óþurfta, bæði okkur og vegfarendum. En flæðið, við erum ekki að stoppa flæðið með flæðið, þetta eru það stuttar hjáleiðir og annað slíkt, að flæðið er ekkert að stoppa, þetta er ekkert að trappast niður. Þetta er, fólk heldur þetta, en við verðum með einhverju móti að sameinast það, Vegagerðin og verktakar, að við verðum að fá einhverjar alvöru aðgerðir til þess að ná niður umferðarhraðanum, til þess að það hafa orðið slys, til þess að verður bara hreint og beint ekki banaslys á þessu. Og það styttist í það með einhverjum einasta deginu sem líður. Ég vil ekki vera sá maður sem að lendir í slíku. En ég ætla ekki að segja meira í bili, en Einar ætlar að taka þetta aðeins bólinn og ræða praktíska hluti aðeins. Já, góðan daginn, Einar Hrafn heiti ég er framkvæmdastjóri jarðvinnu hjá Íslenskum aðalverktökum. Hvernig fer ég til, hérna, bíddu, já, ég finn þetta. Ég ætla að fara aðeins hérna yfir, við erum ansi mikið búin að ræða vegfarendur í dag, sem eru náttúrulega bara íslenska þjóðin, helmingurinn aðeins með athyglisbrest, samkvæmt nýjustu könnunum, og við ætlumst til þess að þau taki eftir merkingunum okkar og keyri eins og þau gera. Svo þetta erlendi ferðamenn sem eru kannski misvanir ökumenn. Svo þessi blessuðu atvinnubílstjórar sem eiga að vera okkar bestu en kannski sýna það ekki alltaf. Þannig að ég held við þurfum líka pínlítið að skoða, hvernig erum við að framkvæma þetta, og þá er ég kannski aðeins að fókusera á stærstu umferðaræðarnar, þar sem umferðin er mest, þar sem hraðin er mestur. Og ef við lítum á þessa hjáleið sem við gerðum í kringum Hraunavík á Reykjanesbrautinni, að þá var svona kannski þegar það var lagt á stað með hana, þá var kannski ýmsu ábótavant með þetta og það kom í ljós eiginlega bara alveg strax og það var bætt úr því. Til dæmis var það er lýsing á allri Reykjanesbrautinni. Svo er sett hjáleið og þá er lýsingunni sleppt á hjáleiðinni. Þannig að þú kemur að nóttu til, horfir eftir lýstri Reykjanesbrautinni og svo beygirðu bara út í myrkrið. Að það er ekkert þetta að kenna Gunnu og Páli sem búa í Breiðholti þessi mistök. Þetta er bara inn á við hjá okkur sem þarf að bæta. Þannig að
sko staðallinn á hjáleiðinni, sérstaklega hjáleið sem á að vera svo mánuðum skiptir hefur bara að vera sami standard og á veginum sjálf. Þetta ég held að þetta sé mikilvægt og þetta tengist náttúrulega inn í sko öryggi þeirra sem á vinna á svæðinu því að hérna erum við að í brúagerð og vegavinnu alveg hérna upp að. Svo var teiknuð hérna hjáleið eða sem sagt frárein og við bættum við hérna aðrein inn á sko til þess að þú næði smá hraða inn á og kæmir hérna mýkra inn í umferðina en ekki hérna. Og þetta bara svona ábending skilur þetta ekkert hérna við sáum þetta ekkert endilega fyrir þegar við bara fengum hönnunina, gerðum þetta, svo var þetta algjörlega augljóst hvað þetta var ekki gott þegar upp að komið en Vegagerðin algjört hrós fyrir það að það komu kvartanir og það var brugðist við bara leið fengu okkur til þess að setja þarna lýsingu, bæta þetta og hafa brugðist hratt við. Þannig að það mjög gott. En ég held að þetta þarf að hafa bara í huga þegar því að sko við erum að fara í borgarlínuverkefni það sem gríðarleg umferð. Við erum að fara í og það þarf að hanna þetta. Það þarf að hanna öryggið samhliða því að hanna bara endanlega framtíð. Venjulegar vegmerkingar, það sem kallum venjulega vegmerkingar, þar sem eru í vegmerkingabók Vegagerðarinnar. Okkur finnst þær séu farnar að duga illa í þessari þungu umferð þar sem þú ert búin að keyra til dæmis alla leið úr Keflavík á einhverjum ákveðnum umferðarhraða og það þarf bara gríðarlega mikla merkingu og til þess að ná athygli vegfarenda. Þannig að ég held að þurfi bæði að stækka skiltin og einhvern veginn að fanga betur athygli þeirra sem að koma að slíkum svæðum. Og það spurning hvort það sé meira verið að hugsa að halda umferðarhraða í gegnum hjáleiðir heldur en að drepa niður sko. Af því að það ekkert sem við búin að tala um hraðan að sko kannski þessi hjáleið bara alltaf góð. Þú veist, það hægt að keyra í gegnum hann á 130 km hraða án þess að fara út í skóg sko, ef út á þokkalegum þannig að sko spurningin þú veist, það náttúrulega þetta var svolítið mikil vegagerð sko og þetta gert svolítið svona professional eins og þú eigir að halda umferðinni í gegn, umferð að hraða í gegn, kannski það ekkert endilega rétt í kúrsinn. Þetta eitthvað sem við þyrftum kannski að velta fyrir okkur því betur sem við gerum hana, því öruggari hún, en þar að leiðandi náttúrulega höldum við umferðarhraðanum meiri sko. Skjóta þér inn í að þetta hönnunarhraðin á þessu sé 70 km. Já, hönnunarhraðin á þessu sé 70 km. Já, sem kannski svo nefni ég að það var engin hjáleiðin Rauðamel sem var hönnuðin í gögnunum og ég ætlaði bara að bakka aðeins fyrirgeðu, svona hingað. Við ákváðum hins vegar að gera hjáleið og ástæðan tvenn, hún praktísk. Það þetta eru tvær eins brýr og við viljum gera það báðir í einu. Það praktíkin í því. Öryggislega séð, þá, sko, við hefum átt að klára þessa, veita svo umferðinni hingað og klára svo þessa. Það hefði þýtt það að við hefum verið með vinnuna alveg klínda onni í umferðinni. Þarna erum við búin að ná að hægja á umferðinni og ýta henni lengra frá okkur. Þannig að við teljum þetta öruggara og þetta kannski eitthvað, þú veist, þessa praktík í hönnaferlinu þyrfti kannski að hugsa aðeins betur. Svo nokkrar bara svona ábendingar í lokin frá okkur, það eins og ég búin að nefna fullhanna örugga hjáleiðir með öryggi starfsfólk og umferðarleiðarljósi.
og kannski hjáleiðir og rekstur umferðaröryggi sem greiðsluliði inn í útboðum, þannig að þú veist, það er nefnilega máli sko. Það er Vegagerðin sem setur kúrsinn í gæðum á þessum málum, þannig að það séu allir að bjóða í það sama og það kemst enginn hjá því að uppfylla þau skilyrði sem sett eru í útboðsgögnum. Þetta er hlutt til komið inn sem er gott. Til dæmis voru sko, það var sér hjáleiðarliður í gögnum í Reykjanesbraut, en það hefði kannski mátt splitta honum aðeins betur upp og svona, það er praktík, en því meira af þessum málum sem fer inn í sko greiðsluliðina sjálfa, þar að segja fleiri liðir, þeim mun líklegra er að þetta verði actually gert. Við höfum svona drauma það að það komi upp svona skiltabrýr þar sem verið að fara í langtíma framkvæmdir sem eru margir milljarðar. Sjáum Breiðholtsbraut, hún tæpur 6, Reykjanesbrautin 4 milljarða verkefni. Ég myndi kannski giska á svona skiltabrú kostaði 20 milljónir eitthvað svoleiðis. Það er ekkert stór biti inn í þessar stóru framkvæmdir, en þetta er náttúrulega gríðarlega góðar upplýsingar, fanga athygli vegfarenda alveg leið. Gústi nefndi setja upp hraðamyndavélar á vinnusvæði og sekta. Eftir því sem við komum næst þá þarf einhverjar reglugerðarbreytingar til þess að þetta megi. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað samtal sem þarf að eiga sér stað að það sé hægt að setja upp þessa kalla, og svo var aftur það sem ég kom inn á heiltölulegir í maksgráður, þeir geta verið svolítið hættulegir. Einn túlkaran þurfi að bara vera með nokkra gáttskildi og þetta svo er inn í vandræðum þegar Vegagerðin ætlar að koma og setja mikla kröfur vegmerkingar, að þá er bara ágætt að greiða fyrir stykki metra af deltablokkum, og þá hefur verkefnin meiri áhrif inn í gæði merkingana inn í verkinu og getur svona aðeins sett stífan kúrs á það hvað hann vill sjá. Aðeins stend á að þetta er cirka 1 stöðugildi að hugsa vegmerkingar í svona framkvæmdir sem Reykjanesbraut. Það er reksturinn á þessu er alveg talsverður, sérstaklega yfir veturinn þegar það er verið að moka, að þá er upp í 2 á dag þarf bara að þrífa alla skildi og moka frá, og það er gríðarleg vinna að halda þessu við, en það er bara það sem að þarf til. Herru, takk fyrir okkur og takk fyrir að gefa okkur tækifæri til þess að kynna okkar mál þetta. Takk fyrir það kærlega, og ég held að það sé nú engin svona brennandi spurning. Við höfum ekki hugsað sérstaklega spurningar, en það er kannski liðinn góður klukkutími, og hér hefur margt komið fram og að mörgu að hyggja, og eitt af því er náttúrulega að koma þessum skilaboðum til vegfarenda. Við höfum búin að fá skilaboð hérna til Vegagerðarinnar, sem er gott, því að við viljum alltaf vera í því samtali, en að ná til vegfarendana eins og fram hefur komið líka er ekki auðvelt. Samgöngustofa er nú svolítið með það hlutverk að nú ekki fallegt að segja að það sé áróður, en það er samt svolítið það sem þeir eru að gera, það er að vekja athygli á því að líf fólks er í hættu. Og Gunnar Geir Gunnarsson hjá Samgöngustofu ætlar einmitt að kynna okkur tiltölulega nýtt myndband sem þeir eru að láta vinna einmitt vinnusvæðamerkingar. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Gunnar heiti ég frá Samgöngustofu. Við hjá Samgöngustofu bara fögnum þessu átaki og erum þakklátt fyrir að fá að taka þátt. Við sjáum í slysatölum okkar að það eru slys á vinnusvæðum á hverju ári, og þetta er í rauninni tvíþætt öryggismál. Þetta er annars vegar öryggi ökumannanna sem keyra þarna Yfirleitt eru aðstæður takmarkaðar og verri heldur en gengur að gerist á þessum svæðum, þannig að það þarf að taka niður hraðann til þess að ökumenn fari sér ekki að voða. En svo þetta hitt sem að búið að tala mikið í dag, öryggi þeirra vinnumanna eða vinnufólk sem er á vettvangi. Við höfum gert
þessa mynd, fræðslumynd í samstarfi við Vegagerðina og við erum svona eiginlega frumsýna hana núna, hún er enda komin á RÚV og er sýnd þar svona sem uppfyllingarefni milli dagskrárliða ásamt öðrum fræðslumyndum og við ætlum að fara í smá herferð núna í kjölfarið á þessum fundi, sýna þessa mynd á samfélagsmiðlum og svona eiginlega viljum biðja ykkur sem hér eruð að hjálpa okkur við að dreifa myndinni, setja þetta á ykkar samfélagsmiðla og svona vekja athygli á þessu málefni. Og ég ætla ekki að hafa þetta lengra og gjörðu svo vel. Vona hljóðið heyrist. Hvað er að gerast? Vitið bara að örunin er. Já, virkilega. Finnst okkur þetta í lagi? Nei, varla, en samt gerist það að einstaka ökumenn aka í gegnum vinnusvæði fólks án þess að skeita öryggi fólksins sem þar er að störfum. Það er í raun engin munur á því að vanvirða tilmæli, merkingar og hraðatakmarkanir á framkvæmdasvæði þar sem fólk er að störfum og aka með þessum hætti í gegnum annars konar vinnustað. Þegar við sjáum skilti eins og þessi, þá verðum við að breyta aksturslagi okkar og skerpa á allri athygli því annars getur skapast hætta. Ekki bara fyrir þig, heldur einnig fólkið sem er á störfum á svæðinu framundan. Mundu að það er óvíst að þú sjáir það og þetta fólk er að vinna fyrir þig. Færum hraðan niður í það sem tilgreint er og heimilt. Gerum það jafnvel þótt okkur virðist aðstæður bjóða upp á meiri hraða. Lækkun leyfðs hámarkshraða á framkvæmdasvæðinu er engin tilviljun og mundu, það er ýmislegt við þessar aðstæður sem þú getur ekki lagt mat á. Það reyndar oft sem okkur virðist engin ástæða til að lækka hraðan. Okkur geti fundist við þurfa að græða sekúndur með því að komast sem hraðast áfram, en þessar sekúndur geta kostað sitt. Bílar eru yfirleitt ekki skotheldir. Þetta skilti táknar að öll bönn sem eru við framúrakstri og lækkun hámarkshraða vegna framkvæmda sé lokið. Sekúndurnar sem við töldum okkur vera að græða geta orðið ævilöng bið eftir því að komast áfram í lífinu. Munum að við erum ekki ein. Þarna eru foreldrar eða fjölskylda einhvers að störfum eða á ferðinni í kringum okkur. Þarna er hugsanlega mamma og pabbi einhvers. Förum varlega, alltaf og eigum góða ferð heim. Takk fyrir þetta, Gunnar Geir, og endilega hvet ykkur til þess að dreifa þessu sem víðast, en morgunfundinum er bara einfaldlega lokið og við þökkum okkur fyrir að hafa hlustað svona vandlega og þökkum þeir sem fluttu erindi og sendum ykkur heim með þá hugsun að það liggur ekki lífið á og það er ekkert mál að hægja aðeins og vera eins og Gunnar Geir og myndbandi bent á nokkrum sekúndum lengur, því að þetta snýst yfirleitt bara nokkra sekúndur. Takk fyrir.